Jóhannes, þú ert hérna í skotdeild Keflavíkur og ertu búinn að vera lengi í félagi? Ég er búinn að vera þarna sennilega síðan 2017 þegar ég byrjaði að skjóta bensist aftur. Og bara verið óslitið síðan þá? Já, ég er búinn að vera hérna alveg síðan þá sem sagt. Ég keppi fyrir þetta félag. Kepptirðu fyrir eitthvað annað félag áður? Nei, ég byrjaði aftur að skjóta bensist 2017. Þá var ég búinn að vera í mjög langan tíma, 20 ár eitthvað svolítið frá þessu, 15 ár. Og byrjaði bara að keppa fyrir skotdeild Keflavíkur. Bensrest, er það eina greinin sem að þú keppir í? Eða? Já, við keppum í bensrest. Bensrest er svona að við köllum það, þá skjótum við grúppur, svona að 5 skot 25 sinnum. Það er líka verið að keppa hérna heima og erlendis reyndar en í svo verður varmint var skor. Það er sama byssan, eða svipaða byssur og sami búnaður. En það er verið að reyna að hitta punktinn, hitta punkt 5 sinnum 25 skipti. En bensrest er aðalega það sem ég hafa haft áhuga á. Það er svona grúppuskotinni. Það er að reyna að hitta sama skotið. Skjótum einni kúlu og reynum að hitta hann aftur 5 sinnum. Sama gæti. Þú hefur náð ágætis tökum á þessu? Þetta árið búið að ganga mjög vel. Og það þarf að skjóta svolítið mikið til að ná tökum á bensrest. Sérstaklega í svona léttum riffli. Þetta er svona 4,7 kíló. Og það þarf aðeins að leggja meira á sig til að ná þessum til að skjóta vel sko. Og hérna, mjög það búið að ganga bara nokkuð vel sko. 4,7 kíló segirðu, frekar léttur. Þetta er ekki eitthvað sem myndi fara með á veiðar samt kannski? Þetta er náttúrulega, það er hægt að veiða með svona riffli en þessi riffill er sko, hann er flatur á framann og hann er kannski ekki hentað í veiði sem slíkur. Kalibri getur hentað eða skottilki getur hentað í veiði en þetta er fyrst og fremst til að skjóta pappír. Hvaða hlaupvídd er á þessu? Þetta er 6 mm hlaupvídd, 243 sem sagt hlaupvídd. Skottilki heitir 6 PPC og er eiginlega 99% ráðandi í sem kallað short range eða stuttum færum bensrest, 100, 200, 300 metrum eða jarðar. 100, 200 og 300? Já. Og það kallast short range. Hvað eru menn að skjóta upp í langar vegalengdir? Sko bensrest er skotað alveg við 1000 metra, þess sem kallað bensrest. Það er sama setup eða uppsetning, svipa ekki svona, það er ekki þetta kalibur, það er annar kalibur, stærri. Og PPC er dóminerandi alveg við 300 metra í þessu alveg. Og það er þá væntanlega mjög flatur skotferill á... Tiltölulega flatur sko. Það sem þetta snýst í bensrest er fyrir mig ég legg meira upp á nákvæmni heldur en flötu kalibur eða sem ballistic coefficient rauninni því að það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir nákvæman riffil. Alveg hárnákvæmni eins og þessar græður eru og það sem skiptir meira máli er að hafa nógu mörg vindplögg og kunna lesa þau. Þetta snýst eiginlega þegar þú er búinn að stilla öllu upp, búinn að ná tökum á kalibrunni eða hleðslunni, þá þarftu að geta lesið vindinn sjálfan. Það er hann sem hefur stærsta áhrif á þetta hvað það getur gert. Sko. Já. Og við erum að skjóta það litlum grúppum og keppnir eru unnar á það litlum mun að þetta eru svona 1000 partar á tommu sem að keppnir vinnast á. Okay. Það er mjög mikil nákvæmni. Já, það er eiginlega... Þú ert að reyna að skjóta 25 skotum í sama kúlugatinu verulega. Og geigunin er kannski, sem dæmi, 243, það er stærðin á kúlunni. Í Bandaríkjunum skaut ég samanlagt 100 og 200 aggregate sem kallað er 199,5. Þess að kúlan er 243. Já, okay. Þannig að við viljum fá þetta allt undir sem við kallum 200. Það kallum við í lagi. Það er það sem þetta snýst sko. Er þetta vinsæl keppnisgrein hérna? Með að við sko íbúafjölda þá er bensrest frekar mikið stundað, það eru margir rifflar til, það
Það eru svona, svona 10 til 12 mann sem eru að skjóta þessu. Með höfðatölu á Íslandi er það mjög mikið. Það er meira en í Ameríku raunverulega með höfðatölu. Þetta er mjög sérhæft sport og þetta er miklu meira en að bara skjóta. Ég get sýnt þér eftir að hlaða skotin, þú ert að hlaða þau. Ef þú gerir mistök þar þá fara þau bara gegnum allt saman og sýnar á blaðinu hvernig það hefur gert vitlaust. Og þú þarft að ná tökum á sem sagt að skjóta jafnvel einu skoti og sjá það strax ekki með sjónaukann að hleðslan er ekki í lagi. Þú þarft að komast þangað. Ef þú kemst þangað þá ertu í mjög góðum málum. Það er þannig að þegar að þessi kappar sem vera að skjóta mikið erlendis, við fáum 5 skot til að stilla riffilur í byrjun. Og á þeim 5 skotum eða því blaði þurfum við að meta allar aðstæður þann daginn. Og við þurfum að vera tilbúin að breyta hleðslunni yfir daginn. Í Ameríku eða Evrópu þar er loftslagið þannig að það er kannski 10 stigi hiti á morgni en hann er kannski komin í 30 gráður seinnipartinn. Þú verður að breyta hleðslunni í þessari nákvæmni sem við erum meldast við. En sportið sem slíkt, þetta er svona jaðarsport þannig séð að það er ekki gríðarlega mikið magn af keppendum. Svo að bensist á Íslandi er mjög gömul íþrótt. Það var maður sem hét Jónas Hallgrímsson, hann var að byrja þessu í Ameríku, Íslendingur. Og hann fann upp þessa aðferð sem við ennþá notum í dag til að búa til kúlur. Það er alltaf hans smíðar. Það er Íslendingur sem finnur þetta upp. Og gefur henni uppfinninguna eða lætur henni á hendi í Ameríku og hún er ennþá notuð við að smíða svona nákvæmlega kúlur. Og við bensesmenn eiga honum mikið að þakka. Svo var einn bensesmaður, Birgir Sæmundsson, hann fór til Bandaríkjanna og setti heimsmet á sínum tíma í þungurufli. Og hann byrjaði að halda keppnir hérna heima og við höfum haldið keppnir alveg síðan. Alltaf reglulega. Nokkur sinnum á ári sem sagt. En þessi hluti að miða og skjóta kúlunni, það er bara lítið brot af öllu ferlinu sem felst í þessari keppni. Það er bara minnsti parturinn af því rauninni að miða og taka gikkinn. Og þú þarft reyndar að sem sagt, þú getur verið að skjóta grúppu og búin með 3 skot, þá kannski dettur vindurinn niður eða áttin breytist eða vindstyrkurinn breytist, þá þarft þú að stoppa, bíða jafnvel eða ákveða ef vindurinn dettur niður hvað mikið ætlar að halda upp í vindinn eða ekki upp í vindinn. Þú þarft að ákveða þetta á þessum 7 mínútum sem við fáum til að skjóta þessum skotum. Þá þarft að ákveða að taka ákvörðun. Og það sem mér hefur reynst erfitt fyrir mig, það er hreinlega að stoppa. Já. Það er hreinlega að taka ákvörðun að stoppa. Nú er komið tími til að stoppa og ég hef brennt mig rosalega illa á því að stoppa ekki. Og en þetta er svo miklu meira í þessari íþrótt heldur en bara að taka gikkinn. Hleðslan, allar kúlur eru handsmíðar, skotin eru handunnin, þau eru ekki til sem sagt úr verksmiðju, þú þarft að búa þær annars til. Skotilkið sjálft? Skotilkið sjálft. Það er ekki formað sem slíkt. Við þurfum að forma það sjálfur, við þurfum að skafa hálsinn, þannig að það sé jafn. Púðurhleðslan þarf að vera mjög nákvæm, sérstaklega á kemur 200 metra. Kúlusetningin, hún fellur á 1000 partum á tonnu og við sjáum á blaðinu ef við höfum klikkað á því að við sjáum hvort að kúlusetningin er bara hvernig grúppan verður. Og þannig að taka gikkinn er bara einn smá partur af þessu. Þannig að þetta er mikil handavinna sem að fylgir og yfirlega sem fylgir þessu sporti. Já, sko 1000 metra skotur í bensest, þar er menn ánægðir og mjög ánægðir að fá grúppu sem er kannski 5 tónnur. Það er risastórt grúppa fyrir okkur ef hún tekið niður í 100 metra. Já. Það er 0,5. Það er mjög stórt.
Þannig að þetta er það sem við köllum mesta nákvæmni sem hægt er að ná út úr skotvopni. Þess að hvort sem það er inni eða úti. Það er þessa græður. Nákvæmlega eins og styrir hérna á borðinu. Svona skefti, allur þessi búnaður er bara það sem er notað í dag til að ná út þessari nákvæmni. Hvernig viltist þú inn í þetta sport? Það er mjög einfalt. Ég var bara að veiða eins og margir aðrir og með fyrst árum að skjóta náttúrulega sjófugli með haglabyssu og ég byrjaði mjög ungur að skjóta byssu. Pabbi lét mig skjóta úr fyrstu byssunni þegar ég var 12 ára, haglabyssu. Og svo var með riffil og svo fekk maður áhuga á stærri rifflum og leið á það kom, þá byrjaði maður að hugsa hvernig getur fengið hennar riffil til að vera nákvæmari og þessar veiðirifli sem maður var með. Maður byrjaði á þessu að hlaði þetta sjálfur, steypundi lásinn og fríar hlaupi frá skeftinu og svoleiðis. Og þetta leiddi hvað að öðru út í það að þegar maður fær þessa bakteríu að reyna að fá skotin til að vera þéttari og leita maður alltaf nýra leiða til að gera. Og á endanum keypti ég mér bensinstyrifil og svo á endanum þá keypti maður sér rennibekk og byrjaði að smíða þetta sjálfur fyrir 35-40 árum síðan. Og þannig maður smíðaði sína bensinstikla sjálfur á þeim tíma. Reyndar pöntuðum við líka frá Bandaríkjunum, þá var ekkert internet, þá sendi maður bara bréf og pantaði og keypti byssur svoleiðis. En þetta leiddi bara eitt að öðru, þessi þörf fyrir það að þegar þú byrjar að, eins og segjum, þegar þú fær þessa bakteríu, þá sleppur hún ekkert að þið tökum. En ég hætti í mörg á því að með minn eigin fyrirtæki og svona hafði ekki tíma og fjölskyldu til þess að, eða bara peninga til að stunda þetta. Þannig að ég reyndi að mistuði skotsvæði í Reykjavík, upp í Leirdal. Mistum það og þá mistuði svæðið og þá náttúrulega datt þetta svolítið upp fyrir hjá mér en svo 2017 þá hugsaði mér hvort að riffillinn gamli var ennþá til og talaði kallinn sem að keypti þetta mér og ég keypti þetta allt aftur. Já. Og byrjaði þessi hrunnadansi aftur. Þetta er þessi vitleysa sko. Þannig að þú færið aldrei út á Ásnes? Það er bara, ég er náttúrulega skotið oftar og keptar og en því miður þá er svæðið ekki samþykkt og það er miður vegna þess að reyndar ég til að setja að hafa svæðið kannski riffilsvæðið þarna en það er hægt að þakka niður í hávaðan í riffli mjög auðveldlega bara með hljóðdeyfum framan á púsinu og það er mjög mikið synd því að ég er ritari alheimssamtakanna, bensinsamtakanna, World Shooting Bensin Federation, ég er ritari þar. Og ég veit að Álfsnesi til dæmis getur tekið Evrópukeppnina, 18 borð, það þarf bara 18 borð til að halda Evrópumót. Og það er synd að það skulle vera komið fyrir eins og það er sko. Ég tel það að við getum alveg fengið þessa keppni hingað, Evrópukeppnina, ekki heimsmeistarkeppnina, en Evrópukeppnina. En það er ekki hægt eins og staðan er í dag, bara út af aðstæðum? Það væri, Álfsnesi býður alveg upp á þetta, það er alveg við 300 metra, alveg ákjörsanlegt svæði, mjög gott svæði. Það þarf aðeins smá breytingar við það en það er lítið mál. En hins vegar þá er það verið að það er ekki nóg að starfslið sem úthlutað það þarf að vera alveg skothelt að það sé öruggt. Þegar boðar, það var núna í morgun kom tilkynning Evrópumót sem verður núna sem ég fer á í ágúst. Þannig að það má ekki vera minna en 8-9 mánuðir. Og það er ekkert að treysta á að svæðið sé örugglega opið. En það er þetta þagganir í riffilsvæði alveg og það er ekkert mál að gera kúlugildrur eins og vera hér til að hreinsa burtu jarðveg og svoleiðis. En haglabyssun er erfiðari. Það er erfiðara þagganir í því sko. Já. Þú ert svolítið mikið í það að keppa, er það ekki? Og keppir þá bæði innanlands og erlendis? Jú, ég sleppti Bandaríkjunum á þessu ári, í maí. Ég hef vanalega farið síðustu 5 árin til Ameríku og keppt á svokallaðu Supershot í St. Louis. En af því að St. Louis var með heimsmeistaramóti líka, þannig ég sleppti frá Ameríku og
Fór í staðinn til Frakklands, keppti þar á svokallaðri Spring Trophy. Það voru 78 keppendur. Og ég byrjaði á því að verða þriðja sæti þarna á 100 metrunum. Svo vann ég báða 200 metruna þar. Það er keppt á metrum. Og vann keppnina, alla keppnina þar. Spring Trophy keppnina. Og það voru í rauninni mín fyrstu alþjóðlegu verðlaun svona sem ég get. Það er mjög stór keppni, sko. Svo Íslandsmótið á Húsavík, það var næst. Ég vann alla þá keppni, öll þau gull sem voru í boði. Og svo fór ég á ameríska meistaramótið sem var haldið á undan heimsmeistaramótinu á sama velli. Og var með annar hlaup þar heldur en ég tók með mér. Og það gekk ekki mjög vel, eða mér fannst það ekki ganga mjög vel. Ég held ég að enda í 33. sæti af 110. Svo setti ég annar hlaup á heimsmeistarakeppninni og hún bara skotið, þetta var eiginlega bara, það voru 2 dagar á milli. Það var bara stanslaust skotið í 15 daga. Og ég var hræddur það að ég yrði orðinn hvað ég segi, búinn að fá leið á þessu, búinn að stjóta svo mikið En leið, og ég setti þetta hlaup á, sá hvernig það skaut, þá kom þessi endun í orka einhvern veginn og þetta gekk bara upp, Er það þetta hlaup sem þú ert með á núna? Já. Og þér gekk ágætlega í því móti? Heimsmeistaramótinu? Já. Já, það byrjaði mjög vel, og en það er keppt í light varmint fyrst. Þetta er light varmint. Ég nota sama riffilinn í heavy varmint líka, eða þungumflug. Nota eina byssu bara í öllu. Og ég varð í 3. sæti þarna á 100 metrunum og 4. sæti á 200 í léttaflokkinum og samanlagt 1. sæti þá. Heimsmeistara í léttunifli. Síðan kom þungirifillinn og það er sami rifillinn bara og það gekk ekki eins og vel en það gekk það vel að í heildarárangri við keppnina, túkan, þá var ég í 2. sæti. Og á eftir Wayne Campbell sem að smíðaði vísnahurðina. Og við erum ágætis vinir þannig séð og hann er munnbyssismiður í Bandaríkjanarunninni. Hann er svo albesti sem hefur verið að skjóta bensrest síðustu 30-40 árin í Bandaríkjanum. Og það er mjög erfitt að eiga við hann. En þetta leit mjög vel út, fyrstu 3 blöðin á 200. Þá var ég lang efstur, Og þá kom þetta sem ég var að tala í byrjun, að kunna stoppa. Já. Þannig að ég stoppaði ekki og það beit mig alveg rosalega. Ég hélt reyndar að það hefði eyðilagt fyrir mig keppnina og þá kom annað atriði sem er gott að muna. Ég var svo fúll eftir þetta. Þetta er 4. grúpa, þá taldi ég mig væri búinn að eyðileggja allt saman. En Wayne Campbell gerði sömu mistök en ég. Hann stoppaði ekki? Hann stoppaði ekki og skaut næstu því jafn lélegri grúpu eins og ég. En þar sem ég vissi það ekki, Svo fór ég í 5. grúpuna og þá kom þetta sem að maður má ekki gera, að ég er best að klára þetta bara. Og bara þetta er búið hvort þið skilurðu. Ég gat haldið aftur á móti að hluta til, ég var hundfúll og skaut í þessari grúpu, en hún döði mig til hann á 2. sætinu. Ég var ekki komin neðar en það. Og bara 1 millimeter minni grúpa hefur dugað mig til að vinna allt mótið. Þetta er svona lítið. Þetta er nánast ekki neitt. Þetta er nánast ekki neitt. Og það er þetta sem maður verður að passa sig á, allir keppendur í öllum íþróttum, það er að þetta er ekki búið fyrir að það er búið. Það er alveg sama. Og ég sá það reyndar í Frakklandi sérstaklega, af því ég hafði ekki eins mikla reynslu á þessi kallar sem voru þar, en þeir sögðu við mig, þegar ég var ekki einu svona hálfnaði með mótið á 200 metrum, að þeir sá alveg hvað stemdi.
Ég sá ekki neitt. Þeir gátu bara séð grúpurnar hvernig það voru stórar. Þannig að þú ert alveg, þetta er alveg, bara heldur svona áfram og vinnur mótið. Ég gæti ekki séð það. En það er bara þetta, það er bara að halda haus. Það er bara aldrei að gefast upp. Þetta fyrir reynslubankan? Ja, það er nefnilega vandamálið við þetta sko. Þetta fyrir reynslubankan, en það er að reyna að toga hann upp á yfirborðið þegar á þarf að halda sko. Það er að reynslubankin sé ekki lokaður. Já. Það segja allir þetta fyrir reynslubankan og ég man þetta næst, en svo bara mann maður það ekkert næst. Það er svo mikið vel að mennta þá sem gleyma. Já, sko, því að ég segi þetta út af því að ég fyrra þegar ég fór á Supershot síðast, þá var ég líka að vinna 200 metrum eftir nákvæmlega 3 grúpur og lang eftir með sama riffilinn, ekki sama hlaupið, lang eftir að þá sama, þetta er svipað atriði sko, ég er ekki ennþá búinn að greina eins og nákvæmlega gerðist en það var nóg til ég skaut mig niður í 7. sæti og endaði þar sko. Þetta er fljótt að breytast. Þú mátt ekki fá svo kallar, við kallum svona killer grúp eða svona grúpar sem eyðileggur allt fyrir þér og það eru grúpur sem eru á 100 svona sem fara upp að vera 300 á stærð í 400 eða 600 grúpa á 200 þá eitthvað svoleiðis. Í þessum hóp sem er þarna í Ameríku, þetta er bara svo sterkt að þú mátt ekki fá svona grúpu, þá ertu mjög neðarlega. Og við köllum, ég er búinn að fara núna á 3 heimsmeistaramót og 2 Evrópumót og 7-9-13 við erum tekist að vera inn á topp 20 í öllum þessum mótum. Ég stemdi á topp 10 á þessu heimsmeistaramóti. Og topp 20 er lágmark, topp 10 annað plan og ég ger ekki ráð fyrir að vera með 2 sem sagt. Það var bara mjög gott. Já, mjög gott. Hvernig er svona tilfinningin að stunda skotfimi til móts við að stunda veiði? Ja, tilfinningin, það er náttúrulega, sko, þegar maður verið að veiða þá var maður bara að hugsa um það. Það snýrist allt um það, maður keyrði á sama hreyfingu alls staðar. Maður gíraðist að vinna það. Og maður sé rjúpurna það sitja upp á skotbakkanum, en þetta er ekki í huga. Það er alveg farið manni sem sagt að fara að stunda veiði. Og þó þetta sé svipaðar græjur, ég get hins vegar bent á að sko ljósmyndun, ég stunda svolítið ljósmyndun, hún er miklu líkari veiðiskap. Þegar með myndavélina, þá maður líka að skoða sjónarhorn, skoða hreyfingu, ég líki því miklu meira við veiðiskap. Þú ert að veiða eitthvað, þú ert á svæðinu, þú ert að finna út sjónarhorn, en þetta er bara pappír. Já. Hann er bara kjör. Þannig að þetta er ekki sama adrenalínið sem að fylgir þessu kannski? Það er allt annað adrenalín sko, þegar þú ert að fara að veiða. Það er sko, á móti því að keppa, að það er tvennt ólíkt finnst mér sko. Það er tvennt ólíkt. Þú getur einhvern veginn farið að veiða og koma heim með öngulinn í raskatinu en ef þú fer að keppa eitthvað og nærði ekki árangur þá ertu miklu fúl að vera að skapa eftir það sko. Heldur nú nærði einhverju dýri sko. Þannig já, það er tvennt ólíkt, allt annað tilfinning. En hvað svo framundan á næsta ári? Hvaða mót eru svona helsti ábyrgðir? Það eru Evrópumótið í ágúst. Það er í Frakklandi, norðarlega í Frakklandi, rétt við Luxemburg. Það er Evrópukeppnin. Fyrsta keppnin verður Spring Trophy Attersenli í maí og svo eitt í Weimar í Þýskalandi. Það er svona erlendumótin sem ég er með í skráður á. Svo verður örugglega eitthvað mótina heima, ég veit ekki nákvæmlega hvað það verður sko. Það er sennilega Húsavík.